Hvað er margliðudeiling og til hvers framkvæmum við hana? Jú, þá erum við að deila einni margliðu í aðra, til dæmis ef við varum að þátta. Og það er til fleiri en eina aðferð, en sú sem er svona hvað öruggust og virkar alltaf er það sem er kölluð bara hefðbundin margliðudeiling. Þá set ég þetta upp eins og skíðabrekku og síðan set ég margliðuna sem ég það sem er undir strikinu fer til hliðar, það sem er upp á strikinu fer hérna undir. Og síðan förum við að deila. Og þá byrja ég alltaf á x-inu. Hve oft, eða með hverju þarf ég að margfalda x-ið til þess að ég fá x í öðru? Það er x. Og x-inum x er x í öðru. Eins og ég myndi gera í hefðbundinni skíðabrekku deilingu. En svo kemur tvisturinn inn í og nú þarf ég að gera -2 sinnum x. Og þá kemur -2x hér. Svo set ég svigotan þetta og dreg þetta frá. Og þá breytast formerkin inn í. Þetta verður í raun mínus, það þurrkast út, en þetta verður á plús, þannig að hérna fæ ég 3x. Tvisturinn, ég get alveg látið hann detta niður, því að nú athugið ég hversu oft gengur 3, x upp í 3, eða með hverju 3 margfald x, svo það verður 3x. Það eru plús 3, það eru 3x, -2 sinnum 3 er -6. Dreg þetta frá, þetta breytist í mínus, þetta breytist í plús. Þannig að þetta hverfur, en hér verður eftir 8. En hvað er þá svarið? Jú, svarið er þetta hérna, x plus 3, og svo er 8 eftir. Ég má skrifa hana svona, yfir x -2 því ég var að deila með því. Þetta er svarið, þetta er deilingin, þetta er afgangurinn stundu kallur leif. Þá skulum við fara okkur hingað, setja þetta eins upp, x -2, 2x í þriðja plus x í öðru minus 13x plus 6. Borgar sig ekki á þetta og þétt. Ef að það hefði vantað til dæmis annað veldi, þá er gott að skilja bara gat eftir fyrir annað veldið. Af því að það áættir að koma. Hérna, x-inu hvað er 2x í þriðja, það er 2x í öðru. Það er 2x í þriðja. -2 sinnum þetta eru -4x í öðru. Dreg frá breyti formerkjum, þetta verður plús, ég fæ 5x í öðru. Læt 13x-in droppa niður. X-inum hvað eru 5x í öðru, það eru plús 5x, af því það er plús hér og plús hér, þá kemur plús hér. Það er 5x í öðru, -2 sinnum þetta eru -10x. Dreg frá og breyti formerkjum, þetta verður plús, ég fæ -3x. Plús 6, það droppar niður, 3 gengur hve oft upp í, það er -3 sinnum, af því að mínus hér, ekki hér, þá verður að vera -6 staðar. Það eru -3x, -2 eru plús 6, dreg frá, breyti formerkjum, þetta hverfur og þetta verður mínus, þetta hverfur líka, niðurstaðan er 0, þannig að hér er engin leif, það er engin afgangur, þannig að svarið hér er 2x í öðru plus 5x minus 3 og þegar ég fæ þetta svona, þetta er svarið, engin leif, þá get ég þáttað, þá get ég gert x minus 2, 2x í öðru plus 5x minus 3 er þetta hér. Ef ég myndi margfalda þetta saman og svo get ég fara að velta fyrir mér, get ég þáttað þetta aftur ef ég væri að vinna einhverju lengra þáttunardæmi. En ég er svo sem bara að sýna ykkur margliðu deilinguna hér og uppsetningun á henni. Það sem er lang mikilvægast er að setja þetta skipulega upp, vanda uppsetninguna og gera þetta alltaf í sömu skrefun. Þá eru minni líkur á maður ruglist.